Já, komið þið sæl aftur. Við ætlum að ræða menningarmál, ansi merkilegan listuviðburð sem framundan helgina, öllu heldur á laugardag. Hingað eru komin 3 góðir gestir að rauðaborðinu. Tryggvi M. Baldvinsson, tónskáld, velkomin. Magnús Ragnarsson, þú ert kór- og hljómsveitarstjóri og Hallveig Rúnarsdóttir söngkona, það nú óþarft að kynna ykkur. En við ætlum hér að ræða næstu mínútur tónverk sem kallast Heimsljós og þú berð ábyrgð á því, Tryggvi. Já, að hluta. Að hluta. Já, Magnús pantaði það hérna árið 2008, þannig að hann á líka þátt í þessu saman. Það var bara eitt símtal, sko. Það var eitt símtal. Það var mjög skemmtileg símtal, sko. Við erum að tala Heimsljós Halldórs Laxness. Já, þetta sko, ég ætla nú samt að bara byrja strax að segja, sko, þetta ekki verk sem sagt það sem saga Ólafs Kárasonar rakin eða neitt. Ég bara raun og veru að nota texta úr bókinni. Já. Óbundið mál og sem hafa bara heillað mig í gegnum tíðina og fá þarna mynda svona eina heild sem ég hef kallað sálumessu. Já. Og það eru ýmsar ástæður fyrir því, bæði þetta svona bókin dálítið byggð upp eins og þessir 3 þættir, stóru svona megin þættir sálumessunar, ákall, uppgjör og hvað heitir það náttúr? Nú man ég það ekki. Svona sátt? Já, það hérna, sátt. Það kemur til mín orðið. Já. En þannig að, og svona þegar að, það var líka kannski það að þegar ég var búinn að svona, hvað að segja, komast að því að sálumessan hentaði mér, þá maður komið með form, sko, þá maður komið með eitthvað til að byggja inn í og utan á. Þannig að það hérna, hjálpaði mér mikið. Mér varst þetta gaman, sko, þegar við frumflyttum þetta 2010 og svo fluttum við aftur 2016. Hvað margir tónleikagestir, sko, tengdu svo við bókina. Það var svo gaman að heyra það, sko, að þetta eru svona bara glefsur hingað þangað, sko, en náttúrulega uppahaldi hjá mörgum, þetta er rosalega merkileg bók, sko. Það var gaman að heyra hvað þið hérna, bara einhvern veginn upplifðu bókina aftur, sko. Og það stendur sem sagt til að flytja þetta hvar á laugardaginn? Hún ætlaði að flytja þetta í Langholtskirkju. Í Langholtskirkju. Klukkan 4 á laugardaginn. Já. Þetta sem sagt, hérna, þegar kórinn var söngsveitir Fílamónia, sem ég stjórna, var 50, þá sáu við 2 árum áður okkur langar að gera eitthvað og best að hérna panta kórverk. Já, þannig byrjar þetta. Já. Og við fórum yfir tónskálda listan og ég sagði mér langar að tala við Tryggva. Og við höfum svo sem ekkert unnið neitt sérstaklega, ég lærði hjá Tryggva, sko, á sínu tíma, var hérna í tónfræði og þannig, sko. Hljómfræði. Já. Og og var búinn að fylgjast með náttúrulega verkunum og svona ímyndilegt sem að hann hafi sami og því sem spennandi, þannig að ég hringdi í Tryggva 2008 og þetta var mjög ánægjuleg símtal fyrir okkur báða sem ég sagði, nú langar mér bara að panta hjá þér verk, þú fær bara frjálsar hendur fyrir kór og einsöngur á svona cirka 30 manna hljómsveit. Og svo man ég að Tryggvi varði megnið af tímanum bara að hugsa þetta, sko, hvað hann ætlaði að gera, sko. Og myndist á þetta að þetta verks eftir sem var sami útráð textum eftir Mark Twain sem hefði flutt námsáriðinum, sko, í Vínarborg, sko. Það sem var svona svipuð uppbygging, sko. Já, það er verk sem heitir bara held ég Mark Twain Suite eftir bandarískt tónskáld Levi sem fæstir þekkja. Ég hafði sungið þetta verk í skólakórnum út í Vín og það einhvern veginn hreif mig svo þessi bara að það væri hægt að búa til tónlist við óbundið mál og hún hljómaði bara ágætlega. Já. Texti náttúrulega alveg ótrúlegur og þetta eitthvað það fallasta sem að Laxness skrifaði eru sum af þessum kvótum úr verkinu sem að Tryggvi til dæmis notar eins og þessi lýsing á jöklinum eru þetta bara alveg ótrúlega magnaði texti og að því þú varst að nefna þetta Magnús með tengingunum við bókina því mér finnst þetta alveg einstaklega skemmtilegt að vera beðin að fá að vera með núna í þessu verkefni vegna þess að þessi bók hefur alltaf átt rosalega sterkan
part í mér. Ég var svona Laxness-frík þegar ég var krakki, ég var mjög furðulegu krakki. Ég var að lesa Laxness eitthvað þegar ég var bara eitthvað, skildi ekki neitt, bara 9, 10, 11, 12 ára. Og Heimsljós las ég einmitt þegar ég kannski verið 11, 12 ára og mér fannst hún dásamleg, fannst hún samt rosalega sorgleg, ég grét rosa mikið alltaf, ég var að lesa í henni. En svo þegar ég er í 9. bekk, sem er núna 10. bekkur, þá fór ég í svona starfskynningu, eins og mann var búið svona starfskynningar á síðasta árinu í grunnskóla og þá fór ég í Borgarleikhúsið þegar það var nýopnað og þá fylgdist ég með og var að væflast þarna í heila viku í kringum þegar þeir voru einmitt að setja upp Ljós heimsins og sem er einmitt Ólafur ljósvíkingur, þannig að sú tenging var einhvern veginn ennþá sterkari, þannig að þetta, mér þótti rosalega vænt að vera beðin að taka þátt í þessu núna. Þetta er magnað, sko, nú var Heimsljós upphaflega skrifað ef ég mann rétt í 4 hlutum og kemur út í 4 bókum. Það er ekki fyrir en, 50 eitthvað sem að þetta kemur út sem heildstætt verk. Semur þú þá verkið í mörgum köflum og bækur Laxness voru fyrst eða? Nei, það er ég var nú einmitt að bara svona renna yfir gögnin mín frá því 2010 bara og sé að ég ætlaði að hafa kaflana 8 en svo urðu þeir 6 og ég man núna orðið, það er sem sagt ákall uppgjör og friðþæging þannig að þetta eru og má alveg skipta þessu í 3 hluta í raun og veru 1. og 2., 3. og 4. og svo 5. og 7. svona sem eru þessir skiptast í þessa 3 hluta og eins og ég segi ég fer fram og tilbaka í ég er raun og veru bara eldast við fegurð textans frekar en einhverja sögu í sjálfu sér. Og var ekki líka dálítið verk eftir Brahms sem að Þýska Salómessan dálítið líka svona Jú, það var einu tímabili þegar ég var að velta fyrir mig hvað ég ætlaði að gera og einmitt að koma með þessa Salómessu hugmynd og myndið þetta eftir þessu stórkostlega verki eftir Jóhannes Brahms og fór einmitt að skoða hvort að ég geti farið að safna saman textum íslenskra skálda líkt og er gert þarna eða Brahms-gerði en það var af svo miklu að taka og ég hafði bara 2 ár en svo endanum bara það var bara nóg að lesa Laxness það var bara þetta er svona þetta er kannski eins og þegar ég og konu mín förum að versla föt ég passi í buxurnar og þá kaupi ég þar og þá er þetta búið konu mín fer hins vegar í nokkar marga búður svona aðeins að tekka en ég kannski við þetta En hvort finnst þér sjálfum Heimsljós vera meira í dúr eða moll? Það er nú hún er auðvitað ég get ekki svarað þessu hún er auðvitað það er svona ákveðin harmur og það er ákveðin ást eða bara, það er bara mikill harmur það er mikil ást og það er mikil auðmýkt og ég veit ekki, er það dúr eða moll hún er, það er samt ótrúlega bjart yfir bókinni þannig að þessi fegurð frá eftir fegurð það er svo mikið fegurð þannig að við skulum segja hún sé dúr Fegurðin mun ríkja ein nákvæmlega, það er lokaorðin í bókinni en varstu að einhver leyti bundin af formi sem einkennir allar sálumessur? Nei, ég vil ekki kannski að segja ég hafi svona eins og stundum gerist að maður er með eitthvað svona form og svo þegar maður er komin eitthvað áleiðis þá fer maður að svona sjá hvort að hvað passar saman ég var ekkit svona beinlínis að horfa á en það eru þættir í sálumessu þessari latnesku sálumessu býsna margir og hafa gengið í gegnum ýmsar breytingar í tónlistarsögunni þannig að það var kannski þessi svona ég fann einmitt ég flettiði upp að ég var búinn að setja introitus á upphafskaflan og Kyrie á annan kaflan og eitthvað svona og 5. og 7. eru hvað
hvað er náttúrulega Lacrimosa og In Paradisum sko, þarna í lokin og Dies Irae kannski já, Dies Irae þriðjakablinn, Offertorium fjórðjakablinn það er svona en svo eru margir aðrir kablar til sko, sem í latnesku messunni sem eru ekki koma málun ekkert við. Það er að henda einu Pía Jesu að einhver starf leifa sópranum að syngja það. Já, það er eins og ég sagði, ég var að pæla í, sko, ég sé að ég var að segja, ég var að kíkja á gögnum mínu, þá sé ég líka, sko, ég samdi þetta líka dálítið svona praktískum ástæðum, bara ef mér skildi ekki auðnast tími, sko, þá hef ég samið fyrsta og annan, þriðja og sjötta kaflan og svo fjórða og fimmta seinna, sko, eða síðasta, því að að því með því að klára sjötta kaflan þá var ég alveg örugglega búinn, sko. Það hefði getað, þessi fjórir hefði getað staðið bara sér. Það er svo gaman nefnilega þegar við tókum þetta fyrst, sko, af því að eins og einhver korfélag var að segja daginn að söngum þetta þá fengum þetta svona í bútum, sko, svona einn kafla í einu, sko, og svona og svo var það svona átt þessu verkinu enginn þekkt þetta fyrir og læra þetta, sko. Og svo þegar þetta kom saman með hljómsveit og einsöngurum, sko, þá alveg korfélagarnir alveg gæla fyrir þessu og hljóðfærarleikararnir líka. Og svo hefur þetta, svo er búin að flytja alveg rosalega margt ekki ennum tíðina, þetta er absolutt bara miklu uppáhaldi hjá korfélagum, sko. Og svo er meira að segja núna, þegar maður taka þetta aftur, ég tókum þetta síðast fyrir 9 ára, það er samt einhverju 9 núna, og alltaf þegar maður byrja að æfa svona bara, akkurat, en svo núna bara þegar allt er komið saman, hvað, síðustu æfingunum með píanónum og svo núna þegar hljómsveit og þeir þessir frábæru einsöngur að bætast við, þá bara alveg við vorum að æfa núna á þriðjudagskvöldið og einu sagði bara, á ég svo bara að fara heim, á ég að fara að sofa þetta er alveg bara upptjúnaður. Það er kannski komin ástæð fyrir þegar ég ligg alltaf í rúmunu fram eftir það er alltaf búin að þetta er æfingar til 10 á kvöldin, en ég vildi segja, sko, að því að ég kom nú á tónleikana 2010, man eftir því, en það er náttúrulega orðið ansi langt síðan, þannig að ég var kannski mundi ekki mikla díteila, en ég var fyrir mjög miklum hughrifum, en að vera þarna þriðjudaginn og sitja þarna við sitjum inn í miðjuri pródúsjóninni, hljómsveitin fyrir framan okkur og kórinn fyrir aftan og við erum hérna í miðjunni og ég bara, sko, ég sagði við Tryggva, ég sagði ég verður að koma með flensu helgina því að ég er með svo mikla gæsahúð og mér er bara svo kalt að þetta var bara þannig að ég fekk bara svona gæsahúð bara þegar, sko, ég var ekki að syngja, sko, að því ég var auðvitað bara einhvern veginn búin að vera bara með minn bút einhvern veginn að læra hann og svona, þú veist, og jú, ég var með einhverju upptöku en maður vill ekki hlusta of mikið á upptökur að verkum þó maður sé með þær vegna þess að maður vill auðvitað bara gera þetta sínu. Þannig að ég var svona kannski búin að hlusta kannski tvisvar eitthvað svoleiðis, svolítið bara svona einu sinni í gegn og svo svolítið svona bara mína búta bara til þess að aðeins heyra hvað var í gangi undir, en þetta var alveg magnað að setja þetta á svona æfingu þetta var ótrúlegt, sko. Þú ert að tala um töfra, Hallveig. Þetta voru töfrar og ég fór bara beint heim og skrifa á Facebook og sagði bara allir þurft að kaupa miða strax og það væri bara ekkert annað í boði, þetta væri flott. Við vorum með alveg frábæra einsöngara, þetta var frumflutt, sko, og stórkostlegir, sko, svo var svo gaman að fá nýtt blóð núna, sko, og það og svo Eggert sem tenor, sko, og alveg dásamlegt að hlusta á ykkur. Sem sagt, sólóistinir eru 2, þú og Eggert Reginn Kjartansson. Hann komst í miður ekki dag með okkur. Já, er þetta að syngja þetta, er þetta tæknilega snúið? Þetta er bara frekar kræfindi, já, það er ekki hægt að neita því. En þetta er ekki mjög mikið, ekki fyrir mig, það er aðeins meira, af því að tenorinn er alltaf kannski svolítið að syngja fyrir ljósveiking. Þannig að sópranin hefur ekki alveg uppstjórn í þetta er ansi, en það þarf líka að hafa fyrir hlutinu með að vera almennlegir, sko. Ég meina held að nú er ég búin að vinna mjög mikið með Magnús í gegnum tíðina og eitt af mest gefandi sem við höfum gert saman var Verdi Requiem og svo reyndar líka Þýska sálmessan, en það var líka því að það var svo gefandi að því að þetta eru átök. Og sálumessa á að vera átök finnst mér, sko, en eins og í Brahms þá fæ ég raunverulega engan átakakafla, en ég fæ bara einn kafla í því sem er einmitt svona móður og hugga hann sitt, sko. En Verdi Requiem þar fæ ég nóg að gera og eins í þessu, þetta er rosalega flott. Stór hljómsveit og þau þurfa að
ná í gegnum allt saman og þau gera það gjörsamlega. Það var alveg aðeinslegt núna á þriðjudaginn að heyra þau fylla kirkjuna á hljómsveinum sko, þegar við átti. En er ekki líka áhugavert fyrir þig þetta tækifæri af því að mannskjarnan er aldrei stöð, við erum alltaf á hreyfingu, við þróumst frá degi til dags og frá ári til árs og það hlýtur að eiga við einhver tónlistarfólkið ekki síst. Er ekki áhugavert fyrir þig að spreita þig af því þú hefur breyst síðan síðast? Jú, ég meðst alveg stórkursett að fá að taka svona hluti aftur sko og með svona nokkra ára millibili sko og það sem ég gerum líka þegar ég með stundum hérna korona mín að ef við erum að taka eitthvað flóki verk eins og við gerum núna í byrjun febrúar þar sem megni voru að syngja þetta fyrst skiptið með eftir svissneska tónskáldi Frank Martin og þá ákvæði bara, við ætlum að taka þetta aftur eftir svona hálft ár eða ár sko. Þá bara leifa bara þess að þroskast meðal söngvarana og flytjenda og hjá mér líka sko. Og það er alveg bæði fyrst mér áhugavert að taka svona verk aftur að stundum kemur óvart hvað ég er oft sammálið sem ég gerði síðast og svo er eitthvað svona, svo aðeins að breyta þarna taka aðeins annan hraða eða aðeins öðruvísi nálgun sko. Það er vissulega alveg bara æðislegt sko, og það er alltaf að koma ferskur að þessu og sjá bara alla möguleikana sko, ekki taka neitt sem gefnur sko, maður ekki fara eitthvað autopilot sko. Eru til hljóðritanir frá þessum fyrri? Já, tónleika upptökur sko. Já, við eigum svona prívat bara frá 2010. Já, það er ekkert komið út en við ætlum nú að stefnum að því að reyna að koma þess á svona streymisveiturnar einhvern tímann. Erum að taka upp tónleikana og æfingarnar líka núna til þess að líka þá eiga búta af eitthvað kemur upp á. Skemmtilegt. Að því þú varst að tala endurtekningar þá er þetta líka fyrir mig sem tónskáld það er í raun og veru bara dálítið merkilegt að sko fá verk flutt oftar en einu sinni og hvað þá svona stórt þetta er 100 manns held ég, örglega, rúmlega það kannski sem koma að þessu og það er ekkert, ég get ekki beðið meira. Nei, þetta er sannkallað stórvirki. Það var bara svo vel hefnast ekki og svo ánægilegt að hafa átt litla frumkvæði að þessu. Áttur ykkur svona góðan persónulegan tíma í lífiðinu 2008 til 2010 þegar þú varst að skrifa þetta? Já, allavega, þú veist ég finn það líka, það bara er sko, það eru fleiri svona tónverk sem ég hef gengið með í maganum sko, þú veist, í mörg ár þú veist, og svo kannski svo kemur eitthvað tækifæri til þess að koma hugmyndunum á framfæri og þá allt í einu þá verða til dálítið góð stykki sko, ég verða að viðurkenna það þá einhvern veginn svona hefur það, þá er maður með dálítið skýra mynd svona einhvern án þess maður vita af því sko, það er bara einhvern veginn þegar maður byrjaður þá finnum maður bara já, ég veit alveg hvað ég er að fara að gera núna sko. Því að stundum þegar maður hefur stokkið í einhver verk þá svona bara setjum maður undir sig hausinn og reyna að rissa upp eitthvað skipulag og koma sér á stað en svona þetta verk var til dæmis eitthvað sem ég var búin að ganga með í maganum í sko, já, frá sko 1991 eða 2 sko, þegar ég var í söngrætta í skólakórnum. Varst þú líka að lesa Laxness sem ungu drengur eins og Hallveig var að lýsa? Já, ég var alveg las Laxness Heimslu Sörgla svona 17-18 ára og þetta mjög bara djúpt snortinn af þeirri bók. Núna fór ég alltaf að rifja þetta upp og ég fann ekki einu svona bók eða sko ekki bókina sem ég vann upp úr sko þetta verk því að það var nú bara svona kilja svona svo ég geti nú krótað í hérna en það er orðið ansi langt síðan ég las Heimslu síðast sko en hún hefur farið nokkur sinnum Ég ætlum að hafa svo núna í upphæðu tónleika það verið smá svona kynning frá henni Sigþrúði Gunnarsdóttur og Davíð Hörgdal Stefánsson alltaf hans fjalla verið smá kynningar fyrir tónleikakerstaður með byrjum sko. Og svo var með þess að núna smá bókaklúbur í kórnum sko, að lesa Heimslu sko. Og það hefur í hvert skipti allir eitthvað að lesa sko, í bókinni sko. Sniðut okkur að vera með svona bókmyndafræðinga bara í langa banari. Það er ásynlegt að vera í kór sko, það sem allir hafa bara læknar og rafvirkjar og bara veit ekki hvað sko, bókmyndafræðingar. Ef ég mann rétt þá vaknaði Halldór Laxness snemma
og skrifaði einkum árdegis, tók göngutúr og skrifaði svo aðeins lengur en hann var mikill reglumaður í sínum skriftum. Þú reglumaður þegar þú semur tónverk, vinnurðu, gengur í þetta bara á sama tíma sólarhrings eða fylgir þið innblæstrinum og verður hamhleypa og sefur ekki dögum saman þegar andinn er yfir þér? Alls ekki. Bara ekki séns. Ég er reyndar sko þú veist, þetta er dálítið erfitt sko alltaf hjá mér en að því að sko ég veit hann sko bróðir minn Sveinbjörn, hann er handritshöfundur og hann getur sagt ég ætla að fara inn að skrifa í 3 tíma og þá fer hann inn og skrifar í 3 tíma og skilar 3 tíma verki. Ef ég ætla að vinna í 3 klukktíma þá þarf ég að vera sitja við skrifborðið mitt og við píanó og eitthvað svona í örglega 8 tíma. Ég bara, hausinn á mig fer alltaf eitthvað annað eða eitthvað, þetta er stundum svona, en svo dettum maður stundum bara í gírinn sko og þá og það er bara eins og með íþróttir þá er þetta rosalega og hljóðfærileik og eitthvað svona, það er svo mikilvægt að semja eitthvað á hverjum degi. Því þá er maður bara í fasa og maður þarf ekki alltaf einhvern veginn að rifja upp allt sem maður gerði skrifaði fyrir viku síðan eða eitthvað svoleiðis en bara alltaf að koma að verkinu á hverjum einasta degi og það er það sem maður þarf að gera sko ef maður ætlar að gera eitthvað svona stórt sko. Hvað með þætti eins og birtu, veðurfar, skiptir þetta einhverju máli? Nei, ekki fyrir mig. Ég hef margoft reynt að fara í göngutúra þú veist, og reyna eitthvað að semja á meðan. Ég bara, þú veist, nei, hann er fugl. En það er mjög gott og gaman að labba úti, sko. Ég geri það nú oft bara til þess að vera ekki allan daginn inn í herbergi. En þetta lítur að vera, því að orðið krefjandi hefur komið fyrir þig, Magnús, þetta lítur að vera mjög krefjandi. Að þú ert þannig þú þarft að vera með hausinn alls staðar og ert að fá allt út úr þér núna Já, sko þetta bara liggur vel fyrir mér ég verð sko ég verð voða lítið stress en það er eiginlega bara þegar kemur að tónleiku þá er parturinn minn auðveldastur miklu erfiðara fyrir einsöngarana og jafnvel fyrir tónskáld að sitja út í sala bara, nei, ekki svona eitthvað, þetta sko eða hljóðfæralekarana sko en fyrir mér, þá er þetta bara allt komið saman. Ég verð miklu stressaður ef ég er að spila til að mynda einleika píanó eða orgel eða eitthvað sko, þá bara fer ég að titra sko. En svo er svo mikið kostur líka að vera kórstjóri því það ert að æfa þetta í nokkra vikur eða mánuði sko og þá bara fer þetta alveg að sitja inn sko, þannig að maður kann alveg verka alveg rosalega vel þegar kemur að. Svo þarf að læra alltaf hljóðfærapartan og allt það sko og gísirlega margt svona flókir sem kemur saman en á einhverjum aðstöðum þá bara finnst mér þetta þægilegt sko að stjórna. En við finnum það líka alveg sem eru með þér vegna þess að það er alltaf tilhörunarefni að vinna með Magnúsi vegna þess að það er bara, maður einmitt finnur þetta, það er ekkert stress sama hvað við erum að gera og einhvern veginn það er bara, þú veist, það liggur svo rosalega og þú ert svo gefandi sem stjórnandi, þannig að það er svo óbúðslega ánægilegt og svo náttúrulega svo músikalskar en allt, sko. Þannig að þú veist, það er svo óbúðslega ánægilegt alltaf og okkar samstarf náttúrulega í gegnum tíðina búið að vera alveg dásamlegt, sko. Ég hef búin að vinna mjög, vel ofta að vinna með Hallu og við erum búin að vinna nokkur sem núna með Eggert, hann er lengi alveg frábær, sko. Já, akkurat, sko. Ég ætla líka að fá að ausa á hróskálinu og segja að þið eruð öll náttúrulega með stórkostlega náðargáfu sem hefur verið frábært fyrir mig að fá að njóta og takk fyrir ykkar framtak og ég er mjög spenntur vegna þessa flutningsum helgina. En má ég spyrja þig kannski Hallveig, svona þegar líður að lokum þessa samtals okkar, hvernig þú ferð að því að búa þig undir flutning þegar hvort sem ræðir svona gig eða önnur gig, hvernig er svona rútínan þín síðustu klukkustundina áður þú stígur áður en ég fer að syngja? Ég er einn af svona söngur sem ég nenni ekki vera hvernig að stressa mig of mikið á hlutunum. Ég er svolítið heppin líka eins og Magnús með það, ég er sjaldan stressuð. Og ég held að það komi bara til að því að ég er búin að vera að syngja fyrir fólk síðan ég er bara smábarn 5 ára gömul eitthvað svoleiðis og þá býr maður að því að vera með þessa reynslu. Ég svona reynir bara ég fer nú, ætla nú að fara í hár og smink, ætla nú að vera svolítið sæt fyrir eitthvað og svo fer ég yfirleitt eitthvað annarkvort að synda eða labba svolítið eftir veðrinu aðeins að reynsa hugan. Það er samt ennþá mikilvægara ef ég þarf að vera að syngja eitthvað sem er utan að það því að
að því að ég get farið í göngutúri eða sérstaklega að synda, að maður hefur ekkert annað að gera þegar maður er að synda og þá er ég að fara við texta en ég þarf nú ekki að vera með neitt utan að núna þó ég reynda sé búin að læra þetta utan að en ég ætla nú að vera með nóturnar samt já, aðeins eitthvað svona smá hreyfingu koma skroknum í gang og ég get ekki borða neitt rosa mikið, kannski borða svona banana kannski og eitthvað svona smá í hádeginu og svo bara býður það fram yfir tónleika já, bara, þetta er bara yndislegt, sko. Ertu með einhverja sérstakar ástafanir til þess að minnka sem mest líkurnar á að þú fái kvef og eitthvað skaði Já, röddina? það er náttúrulega, ég geti verið marga klukkutíma að tala um það, sko. En það eru aðferðir til dæmis, það er mjög mikilvægt að skóla. Ef ég byrja að fá kvef eða eitthvað sumarpestir getur maður náttúrulega bara ekkert stoppað. Það er bara þannig. En þú veist, ef maður er svona aðeins að byrja að fá kvef eða eitthvað þá getur maður að skóla með saltvatni sem sett í gegnum nefið. Ef maður reynir að gera það kannski 3-4 sinnum yfir daginn þessar svona fyrstu daga svo er ég með að það er til eitthvað svona spray sem maður getur sett í hálsin sem að stoppar það svona, setur svona slikju yfir hálsin og stoppar bakteríurnar að því að festast í hálsinum þannig að þá getur maður stundum þó maður sem er nákvæð þá kannski fær maður ekki hálsbólgu Það var eitthvað var eitthvað fiskiensím Jú, þetta er eitthvað svona fiskiensím já, ég man ekki hvað heitir Áhugavert Ég hef heyrt líka marga sögur líka bara frá söngurum hvað það geta gert sko, það er til sprautur og ekki bara til að bara redda sér sko, Svo ef maður lendir í alvörun í vandræðum þá náttúrulega eru til bjargráð sem að geta hjálpa manni á síðustu stundu sem að bara, maður vill samt ekki vera að nota náttúrulega nema bara í algjöru neyð svona sterar og svoleiðis En svo hefur maður heyrt líka sko að söngvarar kunni sem og geti sungið yfir kvef ég reyndar get sungið yfir nánast hvað sem er það er svolítið þannig Ég man eftir söngvarar þegar ég flutti heim 2006 var með einn söngvarar og jólatónleikar hringdi mig að morgnin dags bara eins og bara Don Corleone eða bara hann var svo rám sko viðkomandi ég bara, hvað er minn góður og svo söngi svo engill kvöldi sko bara, veit ekki hvað gerist í millideginni sko Nei, eins og ég segi ég hef farið að svið með influensa 40 hita og bara, þá var það bara sterar og parkotín og bara svo svið það er ekkert að stoppa, það sjómast góðan sko Þetta er alveg sérstök manngerð á brjáluðu fólki. Það var einhver könnun gerð á svona álægi sko, eftir starfstéttum. Og sérst, leikarar og klassíski söngvarar þau skoruðu sérst rosalega hátt þarna á þessum skala. Bara, þú veist, af því að þetta er mitt show must go on. Þú getur ekkert annað en bara mætt í vinnuna. Nei. Þú veist, maður er unni með fólki sem bara var að missa foreldri bara sama dag og sýning. Þú veit, þetta er bara rosalegt. Því að það er bara meir en að segja til dæmis að stoppa óperusýningu þar sem er kannski 120 manns á sviði. Og búið að selja fullan sal. Heldur betur. Ég vonaði fyrirgefið mér að ég hef leitt umræðan og þessa braut í lokin en þetta finnst mér mjög áhugavert og ég hugsa að hlustendum og áhörendum finnst það líka því að það er svo margt það er bara svo einmitt, eins og þú segir sjálf það þarf svo margt að ganga upp og fólk fórnar svo rosalega miklu til þess að það geti gengið upp. Heldur betur sko. En nú þarf ég að finna tré einhvers staðar banka. Svo ég fari nú ekki að fá þetta kvef sem við erum búin að vera að tala um. Akkurat, annars verður bara að lögsækja mig fyrir að dingsa einhverju. Já, söngarar eru náttúrulega hjátrúfullir en allt. Jú, Má ég þá ekki óska ykkur góðs gengis á laugardaginn eða ertu það hjátrúfull? Já, þú mátt segja bara brjóttu fót. Já, brjótið bara alla þá fætur sem þið getið fundið. Og kæra þakkir fyrir að koma hingað í að mér fannst mjög skemmtilegt og áhugavert spjall og einhverju miðar en þá lausir á þessa sálum. Já, ég vona að fara að seljast upp en hérna. Er það á Tix? Ég segja með líka með sko, hérna, það er svo miðasalan gerist oft svo seint sko, og þetta er mér finnst voða gaman að halda svona tónleika þetta reynir á þessar áhyggjur á
mætingu, svo reddast hún alltaf endanum sko. Akkurat. Þetta er dýrt dæmi en við erum endilega ekki missa af þessu hérna, og þetta er alltaf verið mjög góð stemning þegar við flyttið áður sko. Þið eru alveg búin að selja mér að þetta er stórvirki. En er þetta ekki líka, þetta er eitthvað, það er ammæli hjá þér, er það ekki? Jú, það var bara svona, ég verði 60 á árinu. Nú, Og hérna... við erum jafnaldrar. Já, sko. Mér finnst bara allir vinnur að Tryggva og mæti ammæli. Ágúst, já, ég á ammæli í apríl. Okay. Þannig að hérna, nei, ég var bara svona þetta, maður fyrir svona að hugsa hvað maður á að gera og eitthvað svona, svo var alltaf sko, það blundaði alltaf í mér þetta að þyrfti að taka hana upp heimsljósið og hérna þannig að það er svona, allt í einu fór ég bara svona ég ætti kannski að gera það en svo ger ég nokkað meira en það alveg örglega sko, meira frá mér í haust sko. Engin leið að hætta? Nei. Ég held upp á stóramæli í haust, það var rosalega gaman. Það var stóra tónleika í Norðurljósum. Hvaða stóramæli áttið þú átti? Ég var 50 í fyrra. Út bara krakki með okkur? Já, heldur betur. Nei. Ég var 50 í lok hérna apríl sko, líka með tónleika. Hún var að dunda með að semja eitthvað sko. Og mér fyrst í mitt að tala um þetta með Laxness og svona, mér finnst það svo, það hjálpa mér sko, heyra þessa rútinu sem hafa með á Roald Dahl líka, bara fór út í skúr, bara yttaði sér blýjant og svo bara samtan sko. Og framan af þá bara beði alltaf hann gott, andinn kom yfir mig, hún hefur svona, nú ætla bara að setja og semja, bara samt að gera sko. Já, það þarf að gera það. Og svo einhver sagði líka sko, það var eitt sem var að dagra, Erik Whittaker sem var að dagra við kvikmyndatónlið sko, og var eitthvað að vinna með Hans Zimmer og hann skrifaði eitthvað og hætti með eitthvað hugmynd og svo og svo sagði Hans Zimmer bara akkur þetta henda fyrstu hugmyndinu þegar fimmta hugmyndinu, akkur hendur fimmtu hugmyndinu þegar fyrstu hugmyndinu er líka slæm sko, bara haldið bara áfram með hana sko, hann stundum bara að halda áfram með semja sko. Reyndar er sko, ég held að það hafi nú verið sko Hindemið tónskáldið sem hafði sagt sko að tónsmíðar væru 5% andagift og 95% vinna. Og svo reyndar er það besta við þetta er samt að Atli Heimir sagði sko þegar ég fór með þessa línu fyrir hann 5% andagift og 95% vinna þá sagði Atli Heimir og það heyrist. Það er svolítið góð. En við getum kannski öll fallist á að jarðbundnir listamenn svo kallar eru oft bestu listamenn en ekki satt. Þá er talað um það bara þá sem eru vinnusamir og er það ekki? Þetta sé nú bara allir gangur. Þetta er blandar. Þetta er algjört kjaftæði. Nei, alls ekki. Það er svo ábyggilega allir gangur á því. Þannig að líka til einhverju sem voru svona trilltir snillingar sem kannski unnöður. Trilltir snillingarnir, þeir eiga oft skemmri tíma. Það er svo annars. Lifarhraðar. Já, lifarhraðar. En mjög gaman að fá okkur öll í heimsókn. Tryggvi M. Baldvinsson, tónskáld Magnús Ragnarsson, kór- og hljómsveitarstjóri og Hallveig Rúnarsdóttir söngkona. Kæri þakki fyrir komuna og gangi ykkur í vel, ég segi það bara hér uppátt á laugardaginn. Og kæru áhorfendur, takk fyrir að dvelja með okkur þetta ágæta kvöld hér við Rauðaborðið á Samstöðinni. Við minnum á að við erum útvarpsstöð 89,1 þannig að þið sem horfið bara á okkur í sjónvarpinu eða í gegnum Facebook, þið getur líka hlustað á okkur og við minnum á það að við erum með fréttavef samstöðin.is þar sem við skrifum fréttir á hverjum degi og nýtum einnig til þess að birta okkar efni. Og ef þið skrollið á fréttavefnum niður á hnapp sem að stendur áskrift þar getið þið tekið þátt í því að framlengja líf samstöðvarinnar sem stundum fjallar klassíska tónlist eins og við vorum að gera eða lögreglumál eins og grjóthörð lögreglumál eins og við gerðum í upphafi þessa kvölds. Okkur er ekkert mannlegt óviðkomandi og mánaðar áskrift frá þér, aðeins 2500 krónur, getur haft allt það að segja hvort við verðum áfram í loftinu eða ekki. En við þökkum ykkur kærlega góðar viðtökur og segjum bless í bili. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.